Í dag ætlum við að nýta flugu sem var nýtt í vetur, eina af mörgum sem verða til yfir vetratíman og hefur þegar sannað sig sem ágætis sjóbirtingsfluga. Við notum gröbberkrók, þessi er númer 10 og koparkúlu, en þessi kúla er 3,8 mm. Dálítið stór, mætti jafnvel vera örlítið minni, kannski 3,3 mm eða jafnvel 3 mm. Og til þess að koma þessari flugu vel niður, þar sem í kannski straumþungri á eða djúpum hyl, þar stundum að koma þessi niður og við ætlum að notast við blý og setjum örfá vafninga hérna upp við kúluna. 3 til 4 er alveg yfirdrifin og ýtum vafningunum inn í kúluna. Þetta mætti gjarnan setja lag af tónatæki undir, en við ætlum ekki að gera það í þetta skipti. Þráðurinn sem við notum er grár frá Techstream, stærð 8. Fínn þráður. Hann er ofinn og leggst því ekki flatur, sem er allt í góðu í þessu tilfelli. Við ætlum að nota vöf og í vöfinn á þessari flugu er 4 punda gitni. Skiptir engu máli hvað það er, það má jafnvel vera stærra, þykkara segi ég, skiptir ekki öllu máli. Bara það sem er við hendi næst. Klippum örfáa sentimetra af. Svona, látum við þetta duga. Nú, við ætlum að setja á þessa flugu bak og það er gert úr svokölluðu shrimp foil og það lítur svona út. Þetta er bara einhvers konar filma sem er í öllum rebba og slitum eftir því hvernig ljósið lendir á henni og kemur ansi vel út í vatni. Og við klippum til smá bak. Og hnýtum niður. Þetta er ekki flóknasta fluga sem þið komið til með að nýta, en hún virkar og það er eina sem skiptir máli í þessu öllu saman. Búkurinn á þessari flugu er úr dubbi frá SLF. Squirrel Spiky Dubbing, Natural Grey. Þetta er í rauninni héri sem er búið að blanda saman við einhverja gerviþræði og kemur ansi vel út í þessari flugu og tala nú ekki þegar hún er orðin blaut. Það er
allt í lagi þó að maður þurfa að setja nokkur knippi af dubbi. Breytir ekki öllu máli. Það skiptir mest máli að ná búknum svona þokkalega framjókandi. Það hægt að nýta þessa flugu í öllum stærðum að sjálfsögðu og hún hefur komið ágætlega út í stærð 10 en eflaust kemur hún vel út í minni stærðum líka. Þá búkurinn alveg að verða klár. Síðasta knippið af gráa dubbinu. Aðeins meira. Látum þetta duga. Þá lítur þetta svona út. Það kemur á eftir setjum við kraga úr öðrum lit. Þannig að það allt í lagi þó að gráa dubbi ná ekki alveg út af kúlu. Það skiptir ekki öllu máli. Og þá tökum við bakið upp, togum það fram, festum niður með nokkrum vafningum. Hér ekki vitlaust að setja eins og 2-3 brauð til að halda þessu öll saman niðri. Þá nú eiginlega komið að því sem að nú svona eiginlega mesta áskorunin í þessari flugu. Og það þegar við vefjum næloninu fram að passa og sjá til þess að bakið haldist hérna ofan á. Það að segja á miðri flugunni, hérna fyrir miðju. Það vill þegar maður byrjar að vefja, það vill að vefjast með og renna til og það svo sem hægt að laga það eftir á. En þetta svona sennilega erfiðasta skrefið í þessari annars mjög svo einföldu flugu. Gott að hreyfa aðeins til ef þér finnst bakið vera að renna. Og passa að reyna að komast hjá því að vefja dubbið með hérna upp á bakið. Það vil stundum fylgja með næloninu. Þetta lítur vel út. Og síðast í. Festum við þetta niður. Svona, nú bakið komið á. Það lítur svona út. Og þá það síðasta skrefið sem að setja kraga á fluguna. Og kragan ætlum við að hafa úr æstöp, bleiku. Kemur mjög skemmtilega út og við ætlum að hafa kragan frekar lítinn. Það ekki mikið af dubbi í þennan kraga. Bara örlitla rák.
svona. Þá er þetta allt saman að verða klárt hjá okkur. Byrjum á því að, nei, við byrjum ekki á því. Við ætlum að enda á því að setja örlítið lakk á þráðinn. Lakkið er ekki nauðsynlegt, en veitir öryggistilfinningu. Hnúturinn góði. Að síðustu, þannig við köllum þetta gott. Tökum við þetta verkfæri hér, fransku rennilós á íspinnaspýtu, heimatilbúið af bestu gerð og bustum aðeins út döbbið hérna undir til að fá hana aðeins meira buggy. Þá er þessi fluga tilbúin og klár í bóksið. Takk fyrir mig.